Þannig að við ætlum að demba okkur í predikarann, halda áfram í predikarann. Og mér langar kannski ég nýti þetta sem tækifæri til þess að láta vita að þið geti hjálpað okkur að flytja. Nei, tjóka. En allavega til þess að byrja predikarna þá var ég að hugsa til þess að Guð að einhverjum ástæðum ákveða að vera það náður að láta bara íbúð í fangið á okkur. Eitthvað sem ég bjóst við að myndi gerast ég var svona 45 með aukna aðstæður eru á Íslandi með að fá lán og gangast gegnum greiðslumat og annað eins. En hann ákveða að gera þetta og það sem ég upplifði fljótt á eftir á var að ég var að byrja að hugsa hvernig get ég komist í stærri íbúð? Eða þú veist, hvað ef við eignumst annað barn og hvernig myndi það líta út ef við myndum bæta við okkur einu herbyggi? Hvað ef við borgum aukalögun á höfuðstólinn? Ef ég læt svona 10.000 kall aukalögun á höfuðstólinn, hversu mikið get ég hjálpað því að minnka lánið þannig að við getum flutt eftir 5 eða 10 ár eða eitthvað? Hugsanlega var hægt að enda líf okkar í einhverjum svona litlu húsi og ég upplifði það að grípa mig við þessar hugsanir bókstaflega daginn eftir að við vorum búin að skrifa undir samning á að kaupa íbúð. Og ég var byrjað að hugsa hvernig lítur þetta út eftir 10 ár eða 20 ár eða hvað það er, hvernig getum við stækkað við okkur, hvað munum við búa hér lengi, hvað hefur framtíðin upp á að bjóða. Og ég upplifði bara hversu auðvelt það er fyrir okkur að sleppa því að gleyma þakka Guði fyrir það sem við höfum og setja strax augun á eitthvað sem að gæti mögulega gerst í framtíðinni. Í staðinn fyrir að vera þakkláttur fyrir ég var að fá íbúð sem ég hélt að myndi ekki gerast fyrir en ég var í 45 ára, nú er ég 27 ára og pæli hvernig hús ég gæti mögulega átt þegar ég var í 45 ára. Í staðinn fyrir að þakka Guði, takk fyrir að láta þetta gerast, takk fyrir að gefa mér þessa gjöf. Þú hefur gefið mér líf í þér og þú þarft ekki að gefa mér neitt annað en þú hefur ákveðið að gefa okkur íbúð. Náttúrulega lán, en við erum að borga niður á okkar eigin íbúð. Við eigum eitthvað meira í íbúðinu eftir að við borgum leiguna eða þannig, borgum af henni. Oft er mjög auðvelt fyrir okkur að taka augun af Guði og á jarðlega hluti. En í kafla 4 í predikanum þá er Salomon, hann talar einu sinni Guð. Þannig að þetta er ekki beint kafli sem horfir mikið til Guðs, heldur hann að horfa mikið það sem er að gerast undir sólinni. Hvað er að gerast undir sólinni? Og augu okkar í dag er ekki mjög mikið á himnunum nema þá alveg í endanum á predikoninni. Og hann segir, ég sé undir sólinni, þar segir ég sé á jörðinni ýmsa hluti gerast og hann segir sjá 4 hluti. Það er kúgun, það er öfund, einmanaleiki og hverfulleiki dýrðar. Og mér langar bara að byrja á, við göngum í gegnum kaflan, byrjum bara á þessum fyrsta þar sem hann talar kúgunna sem á sér stað undir sólinni. Og við lesum fyrstu 3 versin. Og enn sá ég alla þá kúgun sem viðgengst undir sólinni. Þarna streyma tár hinna undir okuðu en enginn huggar þá. Af hendi kúara sinna sæta þeir ofbeldi en enginn huggar þá. Þá taldi ég hinna framliðinu sæla. Þá fyrir löngu eru dánir. Í samanburði við hinna lifandi þá eru enn á lífi. En sælli en þessa hvortveggja þann sem ekki enn er orðin til og ekki hefur séð þau vonduverk sem framin eru undir sólinni. Og ég byrjaði að skoða aftur minna mig á tölunar varðandi þrælahald í heiminum í dag. Fólk segir til dæmis að það eru fleiri þrælar til í heiminum í dag heldur en hefur verið til í sögum mannkynsins. Ég veit nú ekki hversu mikið er til í því, en ein tala sem ég sá var tala sem sagði að það var 35,8 milljón þrælar í heiminum í dag. Tölunar eru mjög mismunandi út af því að þeir sem eiga þræla eru oftast ekkert að auglýsa hvað þeir eiga marga þræla, en ágiskunin, sumir voru að giska á að það væri næstu í 36 milljón þrælar í heiminum í dag. Og við vitum kannski ekki nákvæmlega hvað eru margir þrælar, út af því að tölunar eru mjög mismunandi, en við vitum að þrælahald er ennþá mjög virt í dag. Og þegar við tölum hérna í fyrstu versunum og hann nefnir kúgun, að þá eigum við kannski til sérstaklega í Íslandi að hugsa já ok, þetta er eitthvað sem gerðist á tíma Salomons, en þetta er ennþá raunveruleikinn fyrir fullt af fólki í heiminum í dag. Og það er magnað að hann skrifaði aðeins fyrr í predikarunum, það er ekkert nýtt undir sólinni. Að það sem hefur verið, það er, og ef það gerist eitthvað annað, þá er það út af því að það hefur alltaf verið. Kúgun er ennþá til staðar í dag út af því að það er ekkert nýtt undir sólinni. Maðurinn hefur verið góður í að kúga hvort annað frá upphafi. Og rótarvandamál kúarans er rótarvandamál í rauninni mannkynsins. Að saga mannkynsins er það að Adam og Eva ganga frá Guði með þá að hugsun að þau halda að þau séu betri en þau eru. Þau segja Guð,
ég veit þú ert fullkominn almáttugur skapari minn, en það gæti verið að það sé ykkur hamingja sem þú ert ekki að leyfa mér að upplifa. Þannig ég ætla að prófa að fara á móti þér og sjá hvort að hamingjan sé einhvers staðar þar sem að þú ert að halda henni frá mér. Og hvað er vandamálið þar? Þau halda þessu betri en Guð almáttugur skaparinn þeirra. Þau halda að hann sé að leyna þeim hamingju og þau ætla að fara að leita hamingju einhvers staðar annar staðar og róta vandamál þann sem kúar fólk er nákvæmlega sama. Hann horfir á sig og heldur hann sé betri en aðrir. Hann horfir á mannesku sem er sköpuð í ímynd Guðs, hefur nákvæmlega sama gildi og hann og hugsar, ég á skilið betra en þú. Ég er betri en þú og ég ætla að nota þig til þess að byggja upp mitt veldi, byggja upp mitt orðspor, láta mig verða ríkari og mér er sama þótt það valdi þér þjáningu eða jafnvel dauða, út af því að ég á skilið betra en þú. Þetta er vandamál mannkynsins frá upphafi, við höldum að við séum betri en við erum. Adam og Eva heldur að vera betri en Guð, það hugsanlega væri hamingja einhvers staðar annars staðar, kúarinn heldur að hann sé betri en sá sem hann kúar, morðinginn gerir það sama, lygarinn gerir það sama. Og Salomon sér menn haga sér eins og þeir séu Guð og hann öfundar þá sem eru dauðir. Hann öfundar þá sem eru ekki ennþá fæddir og sjá þennan viðbjóð sem viðgengist undir sólinni. Og við sjáum þetta reyndar örugglega meira í dag heldur en Salomon. Salomon þurfti að sjá þetta með eigin augum. Við getum séð hryllinginn sem ISIS er að gera á netinu. Það er viðbjóður. Þeir eru að leita af hræðilegum leiðum til þess að drepa fólk. Það er ekki bara ISIS, hryllingur er allstaðar í þessum heimi. Og Salomon horfir á synd heimsins, horfir á kúarann, horfir á tár hinna kúuðu og segir öfunda þá sem eru búnir með þetta líf og fundir óvöxtar annars staðar. Og ennþá meir en þá sem eru ekki ennþá til og hafa ekki upplifað þennan viðbjóð sem kúunin er, sem synd mannsins er. Andstyggðin er svo mikil að hann öfundar þá sem hafa klárað þennan viðbjóð. Og hann heldur áfram í næstu vers, þá byrjar hann að tala öfund og leti. Og hann byrjar á öfund, ef við lesum vers 4-6. Og ég sá að allt stríð og dugnaður í framkvæmdum er ekkert annað en öfund eins við annan. Einnig það er hégómi og eftirsókn eftir vindi. Heimskingin spennir greipar og etur sitt eigið hold. Betri er hnefafylli af ró en báðar hendur fullar af stríti og eftirsókn eftir vindi. Og hann byrjar á öfund og hversu innantómt og tilgangslaust stríð er ef þú ert keyrður áfram að öfund. Ef öfundin er, ef það er öfund sem keyrir okkur áfram. Og hann talar um mannesku sem er dugleg, en bara dugleg út af því að hún öfundar annað fólk. Mér langar að eiga sama og Halldóri, mér langar að eiga sama og Nonni. Nonni var að fá nýjan bíl. Ég öfunda bílinn hans Nonna. Þetta er bara að finna út að Nonni var að segja mér að hann var ekki tala mjög vel bílinn sinn. En þannig að það sem hann er að tala hversu tilgangslaust þetta er. Og það er gæinn sem er drifinn áfram af öfund við annan verður aldrei glaður. Leið og ég er búin að næla mér í bíl eins og Nonni á, þá sé ég einhvern annan Nonna út í bæ sem á flottari bíl, eða 2 bíla. Ef það drif okkar eða það sem keyrir okkur áfram er öfund við annað fólk, að þá munum við aldrei seðja þessa öfund. Þá verðum við aldrei sátt við það sem við erum. En allt þetta endalausa stríð, það er tilgangslaust. Og það er þú nærð aldrei gulrótinni. Þú hleypur og gulrótin hangir aftan á þér og strengur fyrir fram að þú hleypur, nærðin aldrei. Ef að líf okkar er keyrt áfram að öfund, þá þetta saga okkur allra. Sagan endalausa. Og svo fer hann að tala ef að stríð okkar er innantómt, það er innantómt ef það er keyrt á öfund. Svo fer hann að tala letingjan og heimskingjan. Salomon málar fyrir okkur hryllilega mynd. Það sem einstaklingur, og hann er hér að tala letingja, hann er ekki að tala þá sem getur ekki unnið, hann er að tala þá sem getur unnið og ákveður að gera það ekki. Og hann málar fyrir okkur mynd þar sem hann spennir greipar. Letingin er ekki að biðja, spennir greipar þá er hann að segja, hann neitar að nota hendur sína til þess að vinna. Og í staðinn fyrir að vinna, þá spennir hann greipar sínar og tekur þátt í sinni eigin tortímingu. Hann er að mála fyrir okkur mynd af gæja sem er að deyja úr hungri, en í staðinn fyrir að fara út og vinna til þess að eiga mat, til þess að seðja hungri sínu, að þá byrjar hann bara að éta sitt eigið hold. Byrjar bara að éta lappirnar af sjálfu sér. Ja,
Það einn hérna inni allavega að fara að borða læri í kvöld, en það vonandi ekki svona læri, eins og Salomon að tala hér. Þetta því að það búið að vinna fyrir læri og þá það annars konar læri, ekki okkar læri. Og það hérna mála mynd þar sem gæinn ákveður að éta sitt eigið hold, frekar en að vinna fyrir því sem að hann þarf. Og það kannski fólk, og ég hugsa þetta líka, ég meina við búum í samfélagi sem við erum félagsmálastofnun, við erum með vinnumálastofnun, þetta ekki að fara að gerast, þetta ekki svona dramatískt eins og Salomon heldur. Og það satt að líklegast eins og staðan í dag, við vitum þetta ekkert hvað framtíðin byrja skauti sér, en eins og staðan í dag, þá mun líklegast enginn á Íslandi deyja úr hungri. En það sem er magnað er að þú þarft ekki að deyja úr hungri til þess að taka þátt í þína eigin tortímingu. Vandamáli við okkur í dag og við mig í langan tíma er að ég horfa á vinnu sem hluta bölvuninni við syndan heim. En málið er að það sem er bölvunin við syndu heiminn er ekki vinnan sjálf, heldur að vinnan verður erfið. Að ég á erfiðara með að njóta þessa vinna. Að vinnan er gjöf Guðs. Áður en að heimurinn var syndugur, þá var Adam að vinna. Þá var hann að nefna dýrin og sjá heiminn eins og Guð hafði sagt honum að gera. Vinnan sjálf er gjöf Guðs. Og þrátt fyrir að tortímingin sé ekki eiga sér stað eins og hann er að nefna þannig, það sem einhverju er að borða læri, sitt eigið læri, að þá er tortíming samt að eiga sér stað út af því að letið er synd. Og ef að synd fara að gerjast nóg, þá byrjar að vera krabbamenn fyrir okkar eigin sál og tortímingin á sér stað þrátt fyrir að það sé ekki viðbjóðslegt og augljóst og Salomon mála fyrir okkur hér í 4. kafla það sem einhverju er að éta sitt eigið hold. Jafnvel alvarlegri tortíming það sem að sál okkar er í húfi. Það sem að sál okkar byrjar að ángra okkur og berja sinna með okkur. Og hann mælir með þessi 6 betri hnefafullir af ró frekar en báðar hendur fullar af stríti og eftirsókn eftir vindi. Og það er magnað að átta okkur á því að lögmál Guðs, ég veit ekki með ykkur, en allavega þegar ég las reglur Guðs, að þá lenti ég oft í því að hugsa af hverju Guð ert alltaf að hefta mig. Af hverju má ég ekki horfa á kynlíf eins og ég vil, frekar en að þú sért eitthvað að segja mér hvernig ég á að horfa á kynlíf. Af hverju má ég ekki horfa á vinnu eins og ég vil eða vera letingi ef ég vil. Af hverju ert þú alltaf að hefta frelsi mitt með því að setja einhverjar reglur yfir mitt líf. Og það er magnað ef að ég horfi hérna til dæmis á lögmálið ekki girnast eigur náunga þíns, að þá upplifi ég, er ykkur að smíða hana fyrir þetta? Þá upplifi ég það að smíða með bíl. Er þetta sonur minn? Það er alveg örugglega. En þá upplýði ég það til dæmis að þegar ég horfa á lögmálið, ekki girnast eigur náunga þíns, þá áttaði ég mig á því að á endanum er þetta gefið fyrir mína gleði. Og þegar til dæmis það sem við vorum að tala áðan, ef að gæi er keyrður af öfund við að eignast hluti, þá verður hann aldrei sáttur við það sem hann hefur. Og lögmálið, ekki girnast eigur náunga þíns, er Guð að segja ef þú ert undirgefin mér, þar er hamingja. Ég skapar þinn og ég veit hvað ég skapaði þig fyrir. Gerðu öfugt við það sem Adam og Eva gerðu. Treystu mér fyrir því að ég gef þér góða hluti og sá rammi sem ég boða þér þess að lifa innan með sé út af þinni hamingju. Og það er magnað að sjá til dæmis að gæi núna, þú veist, eins og ef þú ert drifin á öfund, þá getur þú átt Range Rover og gæinn sem á Toyotana getur átt bara verið miklu sáttari með lífið, miklu sáttari með bílinn sem hann á, út af því hann þakkar Guði fyrir það sem hann hefur. Og gæinn með Range Roverin er að hugsa, kannski get ég átt 2 Range Rovera, eða kannski get ég átt nýjustu útgáfuna, eða komið með iPhone 6 og svo kemur allt í einu iPhone 6S. Þú veist ekkert hvað S stendur fyrir, en þeir langar í það. Af hverju? Út af því ég verið keyrið af öfund, okkar samfélagi keyrt af öfund. Okkar hamingja er í húfi við þetta lögmál, ekki girnast eigur náunga þíns. Þetta er Guð að segja, ég skapaði þig, ég veit hvað ég skapaði þig fyrir og hér er hamingja þín. Vertu undirgefin mér. Þar er friður, þar er ró. Og þetta er ekki Guð að segja bara hlýddu mér af því, bara hann er að benda okkur á hér er ró. Í því að vera undirgefin mér er ró. Það er mjög erfitt að halda í þetta vers 6 í kapitalísku samfélagi. Ég upplifði daginn þegar ég var að skrifa þessa predikun að IKEA-bæklingurinn kom inn lúguna hjá mér. Nei, rúmfattalærin. Svo var ég að pæla í því, ég var búin að glugga eitthvað í hann. Svo allt í einu,
langaði mig í hluti sem ég vissi ekki einu sinni væri til fyrir 10 mínútum. Þú veist, af hverju í ósköpunum haga maður þessu svona? Og við búum í samfélagi sem ýtir undir pælingu, ýtir undir að vera keyrður á öfund. Það getur ykkur annar keypt þér þetta. Það getur ykkur annar átt þessa hluti. Af hverju er ég ekki með þetta? Ég verð að fá þetta. Ég vissi ekki að þetta væri til fyrir 10 mínútum, en ég verð núna að hafa þetta. Pældi hvað þetta voru flott hérna á heimilinu okkar. Hvað þetta geti hjálpað mér og auðvelda lífið, eða hvað sem það er, skilur við. Þetta er magnaði hlutir í kapitalísku samfélagi. Ekki það að ég sé ykkur kommunisti, bara svo að það sé á hreinu fyrir pólitíksina. Hér er magnað tækifæri fyrir kirkjun okkar til þess að vera önnur menning samt. Að sýna, hey, við erum þakklátt fyrir það sem við höfum. Ég get ekki átt nýjasta nýtt og verið sáttur. Út af því að gleði mín er grundvöllur í ykkur meira heldur en iPhone 6s. Og ég get bara verið sáttur með iPhone 6. Sá sem er þakkláttur fyrir tóitunum sína, eins og ég sagði, getur verið mun þakkláttari fyrir lífið og hamingjusamari í lífinu, heldur gæðin sem á Range Roverinn og flotta húsið og hvað sem er. Til dæmis upplýði ég daginn að einn félagi minn langaði geðveikt að lána mér bílinn sinn til þess að draga kerru, áður en við vorum með tóituna sem er krók núna, og hann gat ekki fengið sér til þess að lána mér bílinn sinn út af því að hann var ódýr. Og ég hugsaði, vá, mér langar miklu fleikar að eiga bara druslu sem að ég get lánað út af því að hún kemst frá A til B. Og þetta var bara orðið svona byrði fyrir honum að eiga flottan bíl. Hann gat ekki gert það sem hann vildi gera og ég hugsaði, já, það er kannski eitthvað til því að vera bara sáttur með það litla sem maður hefur. Ekki það að það sé lítið heldur. Það að ég sé að tala að Toyota sé eitthvað svona lítið tótt sýnir kannski það að við búum í vestrænu samfélagi. Hversu gott er að þakka Guði til dæmis fyrir mat og drykk. Bara túlkunin kemur alltaf eftir það. Það er enn að hlæja fyrir því að ég sé að biðja Guði sé að þakka Guði fyrir mat og drykk, en það er gott að þakka Guði fyrir mat og drykk. Að stoppa bara og segja Guð, ég átta mig á því að þetta er gjöf frá þér. Ég horfi á þetta sem hversdagslegan hlut, sem bara frekar venjulegan hlut. En ég átti mig á því að það er fullt af fólki í heiminum sem er ekki að borða 3 máltíðir á dag. Og stoppa bara og segja Guð, þakka þér fyrir hennar mat. Þetta er ég og Svafa, við elskum mat það mikið að við þökkum Guði svona 5 sinnum yfir hverju máltíð fyrir bragðlauka og bara það er magnað að geta smakkað að mat eins og kannski matreiðslugúrunir hérna inni eru þakklátir fyrir kannski meira en við venjulega fólki. En hvað er magnað að geta sagt bara stoppað og átta sig á því að hversu góð er þessi gjöf og við horfum á þetta sem venjulegan hlut. Að eiga nóg að borða. Og ekki bara það að við höfum næringu í æðum okkar, heldur að þetta sé gott. Að Guð hefur gefið okkur þá gjöf að okkur finnst matur góður. Og ekki bara góður, heldur bara magnaður á tímabilum. En hann þurfti ekki að gefa okkur meira en þetta, en hann gerði það. Ég held að rói hug okkar, frekar en að leitast alltaf í næsta drasli sem geti veitt okkur hamingju, að vera hamingjusöm í Guði og átta okkur á allt annað sem við eigum í þessu lífi er ekki nema bónus. Í verki Jesú Krists á krossinum að hann dó fyrir okkur og gaf okkur eilífa von, það er eina sem við þurfum. Það að við höfum 3 máltíðir í dag er bónus. Það er bónus. Og svo fer hann yfir í einmanaleikan í versum 7-12. Og hann segir hér, og eins og í hégóminn undir sólinni, maður stendur einn og engin annar með honum, hann á hvorki sonin bróðir, og þó er engin endir á öllu striti hans, og augu hans mettast ekki á auðlegð. En fyrir hvern er ég þá að stritast, og fyrir hvern læt ég þá sál mín að fara góðs á mis? Einnig þetta er hégómi og leið þraut. Betur eru 2 en 1 með því að þeir hafa góð laun fyrir strit sitt. Því að falli annar þeirra þá getur hinn reist félaga sinna fætur en vei einstæðinum sem fellur og engin annar er til að reisa á fætur. Sömuleiðis 2 sofa saman þá er þeim heitt en sá sem er 1 hvernig getur honum hitnað. Og ef einhver ræðist á þann sem er 1 þá munu 2 geta veitt honum mótstöðu og 3-faldan þráð er eigi auðvelt að slíta. Og ég var mjög þakkláttur fyrir til dæmis að Halldór kom inn á hann og var bara eitthvað, ég er að leita mér að samfélagi. Ég er að leita mér að einhverju heimili þar sem að fólk getur
getur stutt mig í að byggja upp, og hversu magna það er að hafa kirkju. Ég að lesa bók sem heitir Killing Christians, þar sem fólk eru kristnir á svæðum þar sem drepið á fyrir að vera kristnir. Þeir eru með samkomu klukkan 3 á nóttinni, út af því að ef fólk fattar að þeir eru með samkomu þá drepið á. Og þeir hætti ekki við samkomur. Það var það sem ég klóraði mér í hausnum mér. Af hverju hætti aflýsiði samkomunum og lesi bara biblíunar heima hjá okkur? Að það lítur allt út fyrir það að þegar að erfiðleikar koma, þá áttaði þessu á því meira og meira hvað þau þurfa á samfélagi að halda. Það var magna að uppgöta þetta. Og ég hef oft klórað mér í hausnum til dæmis á Íslandi. Við erum með heimsmyndið í því að eignast börn utan hjónabands, en það er samt var ég að uppgöta að við erum ennþá, þú veist, að fólk er ennþá að fara í hjónaband, að gangi í hjónaband. Ég var að pæla í og klóra mér í hausnum yfir því, af hverju myndir þú ganga í hjónaband ef þú ert ekki með kristna hugsun bak við það? Ef þú ert ekki með, ég ætla að gefa Guði dyrna með því að sýna fagnaðarerindið, með því að elska konuna mína vel. Út af því að þú ert í rauninni að gefa upp frelsið þitt, þú ert að segja, ég ætla ekki að elska neinar aðra konur, ég ætla ekki að eldast við neinar aðra konur heldur en þig. Þú ert að leggja niður sjálfselsku til þess að byggja upp einhvern annan einstakling. Þú ert að fórna og gefa þitt frelsi til þess að ganga inn í þetta hjónaband, og ég klóra mér í hausnum stundum yfir því. Af hverju myndir þú gera þetta ef þú var ekki kristinn? Af hverju myndir þú gera þetta flókið? Af hverju er ekki bara sambandi og vonandi virkar þetta? Ef ekki, þá bara farið eitthvað annað. En ég held að ástæðan fyrir að fólk gerir þetta, það finnur hluta því sem það skapa fyrir. Við erum sköpuð fyrir samfélag. Það sem er magnað að lesa til með fyrstu Mósebók, og Guð er hann búinn að skapa fullkomin heim. Adam er í fullkomnu ástandi. Hann er með fullkomið sambandi við Guð, engin synd, engin viðbjóður sem að predikarinn er að tala um. Hann segir það er ekki gott að Adam sé. Hann er í fullkomnu sambandi við Guð, í fullkomnu heimi, og það var samt ekki gott. Eins og öll önnur sköpunin var góð, það var ekki gott út af því að hann var einsamall. Og hann er skapaður til þess að vera í sambandi. Hann er skapaður í ímynd Guðs, og Guð okkar er þríeinn. Í Guði er samfélag. Og við erum sköpuð fyrir samfélag. Hann var skapaður, já, og til hvers er allt okkar stríð, ef ekki til þess að blessa aðra. Til þess að sjá fyrir sjálfum okkur og til þess að blessa aðra. Til þess að skilja eitthvað, til þess að segja, ég byrjar að pæla í Mikael með einhverjuna sína, og það fyrir einhverju ömulegt að vera öryrki á Íslandi, og ég er að pæla í hvað ef Mikael vinnur ekki, og þannig að hugsunin byrjar að snúast rosalega mikið hvað get ég skilið eftirhanda Mikael þegar ég dey. Hann er kannski þarf að vera öryrki með 170.000 kall á mánuði eða eitthvað svona sem réttnar að borga leiguna og liggur við ekki matinn. Get ég skilið eitthvað eftirhandunum, þannig að get ég unnið þangað til ég dey, og þá getur hann lifað góðu lífi ef hann getur svo ekki unnið sem einstaklingur. Hvernig, af hverju eru við að vinna? Ef ekki til þess að blessa út frá okkur. Ef ekki til þess að lifa og blessa. Og það sem hann gerir hérna, hvernig ætlum við að hjálpa okkur, hvernig ætlum við að reisa okkur við ef við liggjum, ef það er enginn annar með okkur? Hvernig ætlum við að fá hjálp og stuðning þegar við þurfum að hjálpa og stuðning að halda þegar ég er einn? Og þetta getur átt við hjónaband, en líka umfram það. Hann segir þannig að það er gott að vera 2, en það er líka gott fyrir að vera 3, þrefaldan þráð. Þannig að hann lítur út fyrir að mála mynda, því meira samfélagi sem þú ert í, djúpu samfélagi við annað fólk, því betra er það. Að þegar þú ert að gefast upp, þá ert með bræður og systur sem koma bak við og ýta þér áfram. Leyfa þér ekki að gefast upp. Við erum á sömu göngunum, við vitum hvað þetta er erfitt. Við höfum öll verið á þessu stað, en við erum komin til þess að ýta hvort öðru áfram. Eins og reikningarna segir, við erum komin til þess að hvetja hvort annað áfram, til þess að elska, hvernig, ég hef ekki átt að byrja á vessinu, ég er með þetta vess seinna í predikuninni, þannig að við förum í þetta eftir. Í seinasta lagi þá talar hann ungan konung, og þetta er seinasti vessin í kaflunum 13-17. Betri er fátækur unglingur síðan vitur heldur en gamall konungur síðan heimskur og þýðist eigi framar viðvarana. Ég elska bara bara annarkvort eftir vitur eða heimskur, það er engin millileið. Því hann gekk út í dýflissinu og var konungur, þótt hann hefði fæðst snauður í ríki annars. Ég sá alla lifandi menn þá gengu undir sóli, vera á bandi úlningsins, hins annars, þess koma átti í hins stað. Engin endir var á öllu því fólki, á öllum þeim hann var fyrir, þá glöddust eftirkomendur ekki yfir honum, því að einnig það hégómu eftirsókn eftir vindi. Haf gát á fæti þínum þegar þú gengur í Guðs hús, því að það betra að koma þangað til að heyra
heldur en að heimskingjar færi sláturfórn, því að þeir vita ekkert hvað þeir gjöra sem illt er. Og í seinasta lagi þá talar hann ungan mann sem byrjar sem fátæklingur og verður á konung. Á meðan hann lifir eru allir að hrópunum hrós, allt fólkið horfir til hans með trausti og virðingu. Hann deyr og þeir sem koma eftir hann muni ekki einu sinni eftir hann, þakki ekki einu sinni fyrir hann. Frægð, vinsældir, velgengni, eignir munu allt fölna og eyðast á endanum. Og hér er engin greinamunur á velgengni heimskingjans eða vitringsins. Það er engin greinamunur á vinsældum fátæklingsins eða konungsins. Í gröfinni erum við öll jöfn. Og það sem ef við lifum fyrir það sem þessi heimur hefur upp á að bjóða, þá mun það á endanum fölnast og eyðast upp. Og hérna er hann að tala sérstaklega dýrð konungsins. Hún er hverful. Hún verður að engu. En seinasta versið kemur allt í einu sem svona eins konar viðvörðun. Punkturinn að þessi heimskingin kemur í hús Guðs og er trúr sínu trúarkerfi án þess að átta sig á hvað trúarkerfi snýst um. Við sjáum þetta margir reyndar á Íslandi hugsa svona kristnatrú að þetta sé svona eitthvað abrakadabra. Ég er kristinn út af því að ég veit ekki, ég sagði eitthvað á fermingunum minni eða hvað sem það er. Og hann segir þannig að heimskingin kemur í kirkjuna og hann fylgir uppskriftinni en fattar ekkert hvað allt snýst um. Við fylgjum þessari uppskrift einhverjum liturgíu sem sett fyrir okkur eða einhverjum hefðum sem sett fyrir okkur og við hefum engan hugmynd hvað það þýðir allt saman. En hann gefur viðvörun að vera ekki heimskingin, fylgjandi hefðunum en heyrandi ekki sannleikur og hann segir hann að hafðu gát á þér, hlustaðu. Hlustaðu á það sem orð Guðs er að segja. Hugsaðu hvað það bendir allt á. Hugsaðu hvað það þýðir að trúa á Jesú Krist. Þess að í gær ég var að tala við konu sem sagðist trúa á Jesú Krist og það góða í fólki. Og hvað þýðir að trúa á Jesú Krist? Þýðir að þú trúir að hann hafi verið til? Því að Biblan segir okkur í Jakobsbréfinu að djöflarnir trúa því að Jesús hafi verið til og það hjálpa þeim voðalega lítið. Þannig að hvað þýðir að trúa á Jesú Krist? Að stoppa og hlusta er það sem vitringurinn gerir hér. Er það sem að ráð hans er. Og hvað gerist ef við hlustum á sannleik Guðs? Í Lúkasar guðspjalli, í 24. kafla, þá finnst mér að magna að hann Jesús, hann gengur með lærisveinunum í gegnum ritningarnar, gegnum Gamla testamentið og sýnir hvernig allar ritningarnar benda á hann. Segir lærisveinunum sínum að ég er miðpunktur allra ritningarna. Ég er uppfylling allra ritningarna og ég hefði svo ótrúlega verið til í að vera að fluga á vegnum þar sem hann er að ganga í gegnum Gamla testamentið og útleggja fyrir lærisveinunum sínum hvernig allt Gamla testamentið bendir til á Jesú Krist. En hvað gerist þegar við horfum til dæmis á textan í dag og við munum það að Jesús Kristur er miðpunktur allra ritningarnar? Oftast þarf til dæmis einhvers konar vald ef þú ætlar að vera kúari. Ef þú ætlar að kúa annað fólk þá þarftu einhvers konar vald. Og það sem er magnað er sá sem átti fullan rétt á að dæma. Sá sem var með fullt vald til þess að kúa kom og var kúaður af sinni eigin sköpun. Jesús Kristur var með meira vald en allir konungar þessa jarðar. En allir þeir sem lifa. Og hann kom með fullan rétt til þess að dæma, en hann kom og sýndi miskunn. Með annars konar vald, allt öðruvísi vald. Og sá sem, en til dæmis að, fyrir okkur í dag, ef við erum að ganga gennum þjáningu, ef við erum að ganga gennum kúun, þá elska ég Hebreabréfið 4:12, 4:15. Það sem er sagt okkur að okkar frelsari veit hvað við göngum í gennum þegar við göngum í gennum þjáningar. Þegar við göngum í gennum órótt, þegar við göngum í gennum það að við erum þreytt, þegar við erum hungru, þegar við erum að þjást. Þá segir Hebreabréfið 4:15 okkur að konungur okkar þekkir hvað það er að þjást. Ef við erum að upplifa kúgun, þá veit hann hvað það er að upplifa kúgun af sinni eigin sköpun. Og meðan nútíma menning kallar okkur í að sjá það nýjasta nýtt og vera drifin af öfund, þá tekur Kristur undir hökuna á okkur og í Mattheus 6, sem hann horfir fyrst
til ríki Guðs og réttlætis og allt annað mun veitast okkur ekki. Að með þessa gleði fyrir augun þá hún varanleg. Jafnvel ef við missum heilsu, peninga, hús, eignir, sambönd og hvað annað, þá hefur við gleði út af því að von okkar og augu okkar okkar meira heldur en við sjáum fyrir framan okkar núna. Eins og hvað magnað að sjá Guðrúnu, að bara hvað þú ert trúföst í að sýna gleði í öllum kringumstæðum. Og reyndar hefur sagt að þessi leiðindi að biðja fyrir þér hverju viku, það ekki leiðindi að biðja fyrir þér hverju viku. Það magnað að vera bróðinn og fá að vera í samfélagi við þig, og það magnað að vita það. Að þegar við missum jafnvel það sem heimurinn heldur í sem bara mest mikilvægasta í þessu lífi, þá höfum við von umfram heilsu okkar, eða peninga, eða hús. Jafnvel í þjáningum getum við minnt okkur á það að Jesús Kristur, sá sem átti skilið að fá alla lofgjörð, alla dýrð, miklu meira en ég eða þú, hann þjáðist. Og hann veit hvað það að þjást. Hann gengur með mér í þjáningum. Hann von mitt og hann bjarg mitt. Eins og Charles Spurgeon sagði að ég hef lært að kissa þá öldu sem hremmir mér upp í bjargi heilaga. Ég reyna að þýða þetta á staðnum. I've learned to kiss the wave that slams me up against the rock of ages, sagði Charles Spurgeon. Ég hef lært að elska þá raunir sem koma sem ýta mér nær Guði út af því að þar von okkar. Í Kristi til dæmis líka samfélag sem umfram menningu okkar eða tungumál eða áhugamál eða fortíð. Í Jesú Kristi fólk blóðtengt sem hefur bókstaflega ekkert sameiginlegt. Þú getur ekki haft áhugamál, ég og Raggi getum ekki haft sömu áhugamál eða sömu fortíð, gengi ekki sömu hlutina, en ef við erum bræður og systur í Kristi, þá erum við blóðtengt og við eigum Jesú Krist sameiginlegt. Allt í einu einmanaleikinn drepinn út af því að samfélag okkar umfram allt annað sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Og þegar Kristur meira en allt annað sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Og við sem kirkja, við erum til stað til að bera hvers annað byrðar, til þess að hvetja hvort annað til kærleika og góðra verka. Þannig kom þessi. Loksins kom góða þessi. En umfram það að Guð hefur nú lagað samband menn við menn, þá hefur hann lagað samband menn við Guð. Það sem endanlega óhamingja okkar og einmanaleiki kemur frá að við út af synd okkar höfum aðskilið frá Guði, og þar einmanaleikinn, alvöru einmanaleikinn sem að menninir upplifa sig í. Hann hefur lagað samband okkar við sig, gert okkur kleift að lifa í samfélagi við sig þrátt fyrir synd okkar. Og Friðbergur, ég glemdi að prenta blessin. 2. Korinthbréf 5, 17-21. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Hið gamla var það engu sjá, nýtt orðið til. Allt frá Guði sem sætti okkur við sig fyrir Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól okkur að boða orð sáttagjörðarinnar. Við erum því erindreka Krist, eins og það væri Guð sem ámennti þegar við ámennum. Við biðjum í Krist stað, látið sættast við Guð. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hana synd okkar vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Í Kristi einmanaleikinn afgreiddur. Við höfum samband við Guð. Hverfurleiki dýrðarinnar gleypist upp þegar við minnumst þess að konungur okkar, hans dýrð, hverfur ekki. Hún verður alltaf að eilífu, getum við lofað hann fyrir það sem hann hefur gert og sá sem hann Og með þess magnætlaðum þess að ég var að hlusta predikun af John Piper, að hann var að tala frá 1. Pétursbréfi, að hann var að tala til forstöðumanna og hann var að tala hvernig Pétur var að uppörfa kirkjuna sem var að þjást rosalega mikið. Og svo uppörfun sem hann lagði fyrir forstöðumennina finnum við í 1. Pétursbréfi 5, 3-4. Hann segir þér skuli ekki drottna yfir söfnuðinum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munið þið þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Þessi dýrð hverfur ekki. Og það sem að magnaði að til dæmis Guð eða Pétur hann að nota velun til þess að keyra fólk áfram. Einn daginn munum við hafa velun á himnum. Einn daginn munum við hafa velun okkar í Jesú Kristi. En það sem enn magnaði að þegar ég var að hlusta á þetta vers, að þá myndist ég Opinberunarbókin 4. kafli.
Það sem talaði hérna 24 öldungar sem koma fram, þeir eru með kórónur á höfðinu og hvað gera þeir þegar þeir standa fyrir framan hásæti Guðs og þann sem situr á því, þeir henda kórónunum sínum fram fyrir honum. Hversu mannað það að þú getur hort á fyrsta Pétursbréf og hugsað, sjáðu verðlaunin sem við upplifum. Sjáðu þau verðlaun sem í boði þegar við hittum Guð, og það sem við sjáum í Opinberunarbókinni 4. kafla að þeir sem horfðu á kórónuna sem eru náttúrulega verðmæt í sjálfum sér, náttúrulega gull og flott, en þýðir líka miklu meira heldur en bara kórónan sjálf. Þeir horfa á þessi verðlaun og hugsa að þetta ekki neitt í samanburði við hver þú ert og henda þessu af sér. Þau verðlaun sem mest að við fáum að vera með Guði að eilífu. Og verðlaun okkar ekki hverful og umfram það þá dýrð Guðs ekki hverful. Verðmæti okkar og gildi er Guð sjálfur og Efesusbréf 3. kafli. Þetta er á lógóinu á kirkjunni, eða þessi lógó kirkjunnar. Þetta er þessi sem við settum. En honum sem í okkur verkar með krafti sínum og megnar að gera langt umfram allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Og þannig að í ljósi textans í dag, þá sjáum við að við höfum von í yfirstandandi kúin. Og sá sem hefur allt vald á himinn og jörð kom ekki til þess að kúa, heldur vera kúar af sköpun sinni til þess að við getum verið hans börn. Við erum keyrð af dýrð Guðs en ekki öfund manna. Og þannig getum við haft ró, þannig getum við haft gleði í öllu sem við höfum, þakklæti fyrir það sem við höfum. Og þegar einmanaleikinn okkar brotin bæði við Guð og menn út af því að samfélag hefur skapast í Kristi Jesú og samfélag okkar við Guð hefur lagast í Kristi Jesú og hverfileiki dýrðarinnar ekki lengur hverful. Og þannig að bæn mín fyrir okkur í dag bara við mættu vera fólk út af því að það sem Ísland þarf að horfa upp á aðra menningu. Að fólk sem drifið áfram á einhverju öðru heldur en bara næsta IKEA-bækling. Að hafa meiri tilgang heldur en bara það að reyna að leitast eftir að hafa sama drastlið okkur annar hefur. Að við höfum dýrð, við höfum von, við höfum gleði og hamingju umfram allt það sem lífið hefur upp á að bjóða og hversu magnað það er. Og hversu magnað það að við samfélagi fólk sem að verum svo ólík en samt blóðtengt fyrir Jesú Krist. Það magnað að fá að þjóna honum hér á Íslandi. Og mér langar bara að við syngjum eitt lag sem við höfum sungið frekar oft og við þökkum Guði fyrir hvað hann hefur gert